Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð, nú þegar 80 af, 100 hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar lokið, þá gæti nú einhverjum fundist áhugavert og jafnvel skemmtilegt að við myndum aðeins fara yfir þessa byrjun hjá þessari merkilegu stjórn. Fyrsta lagi þá náttúrulega samsett flokkum sem nú ekki vanir að vera í ríkisstjórn. Í öðru lagi við með yngsta forsætisráðherrann held ég bara í heiminum. Og það hefur gengið á ýmsu, ekki síst þarna framan af, þá voru alls konar pus í gangi þegar maður skoðar fjölmiðla umræðuna störf þessara ríkisstjórnar. En kannski má segja að það hafi hægt aðeins og hún sé eins og þessi stjórn eins og díseltrukkur í brekku, torkar áfram metra fyrir metra. En kannski engin glæsibragur á siglingunni eða akstrinum upp, ég veit það ekki. En Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur og prófessor við Háskólann á Bifröst komin hingað í samkvæmisleikin að meta aðeins 80 fyrstu daga þessara ríkisstjórnar. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir það. Þú heyrði mig kannski líkenni þessari stjórn núna við díseltrukk sem að þokast áfram en ég sagði að það veri kannski engin glæsibragur yfir siglingunni. Þetta var sumpart pínlítið brokkgeng byrjun hjá þessari stjórn, ekki satt? Ég held að það færi bara allt eftir því hvernig fólk líti á það, sko. Já. Það held ég hægt að nota alls konar samlengingar til þess að lýsa þessari stjórn, en hún fer eftir öllum kennimerkjum vel af stað. Ok. Það ekkert sem hefur komið upp sem að bendi til einhvers annars. Jú, það hafa verið einhver einstaka máli, sérstaklega það aukningu flokk fólksins sem að hefur fengið að kenna á því aðeins í skoðanakönnunum eins og kannski von var með flokka þeirri gerð. Mm-hmm. En það ekkert, ríkisstjórnin hafa ekkert lengur neina hveitibrauðsdaga, Nei. Þessi gamla mantra 100 dagana. Já. Og að eftir þá fari stjórnarandstaðan að takast á við ríkisstjórnina. Þetta löngu liðin tíð. Og oft hafa ríkisstjórnin fengið bara vindinn strax í fangið. Það hefur ekki gerst með þessa ríkisstjórn. Það náttúrulega kannski bara einfallega viðfangsefnin þessar vikurnar stæst utan lands. Já, ég ætlaði að ræða það við þig að verkefni þessara ríkisstjórnar sumpart svolítið ólík því sem hefur verið. Og þegar að svo þá auðvitað auðveldara að taka við stjórn innanlands. Átakamálin í samfélaginu, þau pólitísku mál sem fólk bara út á götu að tala og hefur áhyggjur af. Ekki verksvið þessarar ríkisstjórnar. Heldur hefur fólk áhyggjur af því að Ísland hugsanlega klemmist á milli stórvelda átökum. Já. Það þarna hinn endursnúni bóndi í Hvíta húsinu sem hefur bara sett allt á annan endan í veröldinni og þetta snýst miklu frekar það núna hvernig Ísland á að fóta sig. Já. Í þessu umhverfi og að kannski má segja að einhverju leyti út af því að ríkisstjórnin var auðvitað með fókusinn á innlandsmálin og allt þetta að þá kannski tók hana einhver tíma að átta sig á því að stóru málin utanríkismál. Já. Og og Kristrún Frostadóttir til dæmis þetta smá hyggst eins og það birtist þarna kannski verður það eitthvað tíman klassísk mynd af leiðtogum Norrlandana heima hjá Mette Frederiksen þar sem hún situr ekki við borðið. Já. Örugglega alveg bara mjög skýringar á því sem eru fullkomlega eðlilegar. Já. En eiga síður þá kannski bara staðan svo að þau tekið ríkisstjórnarstjórn að fatta sig á því hvar átaka málin Já. Það líka spurning umboð þessara stjórnar af því að við erum að ræða utanríkismálin. Já.
hver trúar ætla þær forystukonur þessara flokka að vera arfleiðinni fyrri samningum og venjum Íslands, hver herskáar ætlaðar að vera, hver mikla peninga ætlaðar að dorga út úr ríkiskassanum til dæmis varnarmála, hvað varðar Úkraínu og fleira. Þetta sko, það má eiginlega segja að það séu á einhverju leitir það ekki á bara fordæmalausum tímum. Sko, Björn, það bara búið að taka arkitektúr Vesturlanda. Vesturlandu fórustu að byggja á alþjóðavettvangi og kasta honum út heillagi. Já, bara eins og leggur sig. Og við erum á stað sem að heimurinn hefur ekkert staðið á frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Nei. Þetta eru hugsanlega stærri flekaskil heldur en urðu við fall Sovétríkjanna. Þegar að fyrst tekur við svona unipólar kerfi Bandaríkjanna sem vorum auðvitað í þessu tveggja póla kerfi eftir seinni heimsstyrjöld þar sem að 2 ríki höfðu forystu, tókust á forystuna í veröldinni og Vesturlönd fylgdu Bandaríkjunum. Bandaríkin höfðu klára forystu fyrir Vesturlönd. Það var að samkomulagi að Evrópa myndi byggja sig upp innanfrá, ekki fara í hernaðaruppbyggingu því að það fór ekki svo vel seinast þegar Evrópa var í hernaðaruppbyggingu og að Evrópa myndi lúta forystu Bandaríkjanna. Það eru settar á fót þessar helstu stofnanir og þjóðernishyggja hafði þetta lagt bara verölduna í rúst í seinni heimsstyrjöldinni og þjóðríkisstefnan sem ekkert var fyrir ofan þjóðríkið var komið í fullkomið öngstræti og þá fara menn að reisa stofnanir, alþjóðlega stofnanir, koma á einhverju hugmyndum alþjóðalög og að það sé ekki bara einanlagslög sem að ríkja, heldur séu líka til eitthvað sem heitir alþjóðalög og það er þá einhverjum ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og allur Sameinuðu þjóða arkitekturinn settur upp peningamarkaðsmálin í gegnum alþjóða gjaldeyrissjóðinn, þróunaraðstoð, alþjóða bankanum, NATO, NATO hafði það markmiði að halda hernaðaruppbyggingu Evrópu niðri og Bandaríkjunum inn í Evrópu. Já. Og til þess að verjast Rússlandi, Sovétríkjunum. Frasinn var NATO væri ætlað að halda Bandaríkjunum inni, Þýskalandi niðri og Sovétríkjunum úti. Já. Og allt gekk þetta eftir og svo kemur Evrópuráðið, Evrópusambandið til þess að byggja upp efnahag álfunnar og 70-80 árum setna stödd á núna þá er orðið til í Vestur-Evrópu eftir þessar rústir seinni heimsstyrjaldarinnar og farsælasti blettur mannkyns frá upphafi vega sem að mest almenn velsæld hefur ríkt auðvitað með sínum vandamálum, misskiptingu og öðru slíku, en eigi að síður almenna velsæld af slíkum toga hefur veröldin aldrei áður nokkuð tíman séð. Og þá stendur ykkur upp og segir alveg komið nóg að þessu helvíti. Þetta gangi nú ekki til lengdar. Og til er ríki á jarðarkringlunni sem hefur grætt meira á þessum arkitektúr vestrænna ríkja heldur en nokkuð annað. Hefur haldið meira út úr þessu fjölþjóðlega kerfi, alþjóðlegs arkitektúr sem að réttur allra er virtur jafns, burt séð frá aflsmunum, heldur en nokkuð annað ríki sem hefur grætt meira á þessu stofnunum, viðskiptasamningum, mannréttindasamningum, efnahagssamningum, bara friðarsamningnum, heldur en nokkuð annað. Bandaríkin sem höfðu forystu þetta hafa grætt alveg feikilega á þessu, en það er þó til annað ríki sem hefur grætt meira á þessu. Það ríki heitir lýðveldið Ísland. Já. Farsæld Íslendinga byggist á þessu kerfi. Við vorum fátækasta ríki Evrópu fyrir
við tökum þessar heimstyrjaldir saman fyrir og seinni, fyrir heimstyrjaldina, þannig að breyst út, þá erum við fátækasta ríki í Vestur-Evrópu. Bara, sko, langt umfram og förum síðan upp í að verða alveg efstu lögum. Þannig að þegar að þessi arkitektur byrjar að brotna fyrir augunum á okkur, þessi heimsarkitektur sem að við höfum umfram alla aðra grætt miklu meira á heldur en okkur annar. Þannig að við lifum á fjölþjóðlegum viðskiptum. Við getum ekki lifað í sjálfsögtar búskap hér innanlands. Það er útilokað. Þá hlýtur það, Björn, að vera verkefni nýrra ríkisstjórnar að reyna að átta sig á hver fjárinn er eiginlega á ferðinni. Já. Þannig að ríkisstjórnin sem ætlaði að fara í málefni til þess að svona rétta af einhverja hluti heima fyrir og breyta einhverjum svona smáægilegum atriðum í efnahag og svo framvegis, stendur allt í einu frammi fyrir miklu tröllvaxnari verkefnum heldur en nokkuð nóraði fyrir. Já. Eitt er, sko, við höfum notið forréttinda, við höfum verið herlaus þjóð. Já. Við höfum ekki þurft að sinna útgjöldum til varnarmála, til marks. Við höfum ekki þurft að fórna ungu fólki á vígvelli. Nei, og við höfum ekki þurft að gera það. Já. Og við höfum verið í skjóli Bandaríkjanna og núna vitum við ekki alveg við hvað er að eiga þar. Nei. Maður heyrir náttúrulega skiptar skoðanir bara á kaffihúsunum þegar maður bara gengur frá borði til borðs. Þurfum við að dragast inn í þessa atburðarás sem núna er með auknum fjárveitingum og einhverju, eða getum við áframhaldið að vera bara hlutlaus, herlaus, eins og ábyrgðarlaus unglingur í samfélagi stórþjóða. Hvert er þitt mat á því? Það er fullkomin afneitun á stöðu mála að halda, við getum bara haldið áfram eins og frá var horfið og einhvern veginn sko ímyndað okkur að við verðum einhvern veginn bara stikk frí út ef við höfum einhvern veginn alltaf verið að hinga til. Já. Ég meina, fari svo að þróunin verði þannig frábært, en það er mjög óábyrgt að gera ráð fyrir því. Ég myndi halda að þessar viðsjár séu allt of miklar til þess að það sé hægt að taka þá áhættu. Ísland verður að finna út úr því hvar það á heima í þeirri umpólun sem á sér augljóslega stað. Evrópa er að vígbúast sem bara aldrei fyrr. Það hefur nú yfirleitt ekkert farið sérstaklega vel þegar Evrópa byrjar að vígbúast. Nei. Samtakamátturinn í álfunni hefur sumt aukist, þættir sem hafa komið saman og svo aðrir þættir sem hafa gliðnað. Svo það er að gliðna aftur á milli austurs og vesturs í Evrópu. Sér það á öllum þessum fundum sem eru núna í viðbrögðum við Úkraínustríðinu og öðru slíku, að það er svona verið að velja inn og úr. Þetta er vont fyrir Ísland. Að það sé ekki fyrirfram skýrt hverju sitji við borðið. Við getum við ekki reist hér landvarnir upp á eigin spýtur sem að stenst áhlaup erlendra herja. Það er útilokað. En að það sé samt ekki hægt að reyna að koma Íslandi í skárra skjól, það er nú samt líka hægt, sko. Og minna við sáum það að við innrás Rússlands í Úkraínu að þá gerðist það sem að menn töldu algjörlega útilokað og ómögulegt í alla staði, að Finnland og Svíþjóð gengju í Atlantshafsbandalagið. Svo allt í einu var það sem hefði verið álitið almennis álitið þessum löndum stóð algjörlega gegn. Svo gerðist það nánast í einni sviphendingu og engar deilur það í þessum löndum.
sem leiður okkur. Þannig að þetta sýnir bara það að sko eftir því hvernig alþjóðamálin velkjast að þá breytast afstaða ríkja til bandalaga og svo framvegis. Og getur gerst mjög hratt eins og þú varst að benda á. Já, gerist mjög hratt. Þá langar mig að spyrja aðeins út í það sem aðgreinir þessa ríkisstjórn frá mörgum öðrum ríkisstjórnum. Það er þessi klásúla með það að það verði skoðað hvort Íslendingar vilji halda áfram við aðild að ESB. Og þannig kannski allt í lagi upplýsi það að hér eftir nokkra daga kemur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra til þess að meðal annars ræða þessi mál við okkur. En hyggur þú að nú þegar hafi breyst forsendur þannig að það geti verið góð hugmynd að flýta þessu ferli? Það ræddu í ríkisstjórninu að þetta er í lok kjörtímabilsins. Er þetta eitthvað sem að knýr núna á? Er nýja skjól okkar hernaðarlega? Er það að færast að einhverju leyti inn í það að vera aðili að ESB? Og ég held að aftur fer þetta mikið eftir sjónarhorninu sem þú velur matið á því máli sko. Það er augljóst að það hefur verið átök þetta mál í stjórnarmynduna viðræðunum og það er eitthvað málameilun sem að setur þetta þarna á mitt kjörtímabili 27 sko. Og það hlýtur að vera flokkfólksins að þetta er ekki vegna þess að það sé sko skynsamlegasta leiðin varðandi sko að útkljá aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það eru þetta sko ef að ríkisstjórn hefur þá stefnu að hún vilji að Ísland gangi í Evrópusambandið, þá eru þetta best að þetta sé gert alveg bara umsvifalaust. Út af því að þá hefur ráðrúmið og hefur tíman til þess að undirbúa málið, koma þessi í gegn og að málið sé statt á einhverju slíkum stað að fólk geti gert sig grein fyrir hvað felst í aðildinni, hvernig samningurinn lítur út áður en að kemur kosningum. Þetta blasir alveg við, þannig og eftir því svona dregur svona aftar á kjörtímabili þá verðum bara málið erfiðar að koma það í gegn. Það er algjörlega burt séð frá sko stöðu alþjóðamálana. Þannig að sko þetta er einhver málameilun bara sem að þarna hefur orðið milli þeirra sem að vilja sjá Íslands í Evrópusambandinu og þeirra sem vilja ekki sjá Ísland í Evrópusambandinu. Fyrir þá sem að vilja ekki sjá Ísland í Evrópusambandinu betra að draga þetta. Fyrir þá sem vilja sjá það inn, það er bara betra að útkljóða. En auðvitað hafa þessir atburðir sem hafa orðið frá því að þessi ríkisstjórn tók við bara gjörbreytt stöðunni og afstöðu gríðarlega marga til málsins. Sko, það eru auðvitað kannski tveir svona aðeins gagnstæðir hlutir hérna. Það eitt sko að tollastríð Trump sko við hina og þessa, maður veit aldrei hvar hann ber niður, en hann nefnir Evrópusambandið, en hann nefnir ekki Ísland eða Noreg eða Bretland. Þannig að það geti verið svona til einhver skamms tíma og ef að bara augun beinast ekki að okkur sko, sem enginn veit hvort verður, að þá getur verið eitthvað aðeins hagstæðara til einhver skamms tíma að vera þarna fyrir utan. Móti kemur að varnarskuldbindingin frá Bandaríkjunum að stórhluta horfin. Ég ögn ósammála sumum kollegum mínum sem að halda því fram að varnarsamningu Bandaríkjanna við Ísland, hinn tvíhliða samningur sko, hann sé jafn gildur nú áður. Ég ekki sannfærður að það sé satt, eða þú veist það sé rétt matrétt, réttar orðað þannig sko. Ég svo sé sammála því sem að sömu þeirra hafa sagt að sko varnarhagsmunir Bandaríkjanna gera það verkum að þeir munu líklega sko hafa hag af því að verja Íslandi ef að það kæmi sko ógnað innrás einhverstaðar annars staðar frá. En það fer allt eftir bara einhver arbitræri mati sko Bandaríkjaforseta bara akkurat það sinnið. Þannig að þau skuldbindinni ekki sko absolutt eins og hún var. Hún bara háð því mati sem að þá verður framkvæmd. Og það var ekki hugsunin með varnarsamningnum. Varnarsamningunum fól í sér að Bandaríkin skuldbundu sig að verja Ísland, burt sér frá þeim aðstæðum sem að það teldi sig hafa hagsmuni gagnvart þegar að því kæmi. Þannig að þetta grundvallarbreyting. Síðan það að sko
að það er áhugavert sko, að sko, varnarskuldbinding í Evrópusambandinu er skýrari og ríkari heldur en í 5. grein NATO-sáttmálans. Það er bara orðalagið er sterkara hjá Evrópusambandinu. Og þar er allavega þessi absolutt skuldbinding. Hins vegar hernaðarmátturinn ekki eins mikill og í NATO, en skuldbindingin er skýrari. Þannig að svo verða menn einhvern veginn bara að vega þetta saman, sko, hvað er hagsmunir liggja. Já. En það er alveg, held ég alveg skýrt að Ísland hefur færst þéttar að Evrópu eftir þessa atburði alla saman. Já. Og það er að teikna sig upp bara ný veröld. Ég meina, það er ekki bara Ísland sem hefur færst nær sko, Evrópusambandinu og Evrópu. Kanada líka. Já. Kanada er allt í einu komið inn á eitthvað svona evrópskt svæði sko, í alþjóðamálum. Já. Og bara sem að vitni til sko, fráfarandi varaformann Sjálfstæðisflokksins á landsfundi að í hennar ræðu Þórdísar þá hérna náttúrulega er tónn sem að þú sem stjórnmálafræðingur hefur kannski aldrei heyrt áður koma frá ráðamanni í Sjálfstæðisflokknum. Jú, heyrt það áður, bara ekki alveg mjög nýlega. Nei, svolítið langt síðan. Já, það er svolítið síðan, en þetta er tónn sem lifði alltaf í Sjálfstæðisflokknum, en þetta eru sko margir sjálfstæðismenn sem að hafa verið andvígir aðild að Evrópusambandinu á svona hvað ég að segja, svona heimspólitískum grunni, heimspólitískum hugmyndum, sjá Ísland svona á milli Bandaríkjanna og Evrópu og ég svona staðsetja sig þar á milli. Ísland sé svona og eitthvað hafa nú þjóðernislegar ástæður og svona þjóðernislegir sko, þættir sem að koma þar inn í og allt þetta. Þeir hafa margir verið að endurskoða afstöðu sína, eða sumir allavega, og sumir talaði það að þessi breytta staða kalli á nánari tengsl Íslands og Evrópusambandsins og segja einhverjir sko að ef að einhvað dragi Ísland inn í Evrópusambandið þá er það þessar viðsjár í veröldinni, þó svo að þeir myndu kannski sjálfur vilja hafa veröldin einhvern veginn öðruvísi, þannig að Ísland þyrfti ekki gangi í Evrópusambandið að þá teldu þeir kostin skárri að vera þar innanborð heldur en að vera fljótandi einhver öryggisleysi þarna fyrir utan. Já, og það er það sem er hættulegt sko, að hérna sko, öryggismatið sem við erum að reyna að framkvæma er eiginlega ómögulegt enn sem komir. Við bara vitum ekki hvernig við eigum að meta öryggi okkar. Nei. Og það er aldrei málið og þess vegna eru sko vitum við þetta kannski ekki alveg strax hvernig hérna hlutin geta sest. En ef þú værir sko náinn ráðgjafi Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Ég er ekki, blessunarlega. Nei, sem þú ert ekki. Þetta er svona og Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra. Myndirðu þá segja, stelpur, við ættum kannski að flýta þessari vinnu með þjóðaratkvæðið og ESB? Í ljósi þeirra breytinga. Ég myndi fyrst byrja þær. Viljiði að Ísland verði hluti að Evrópusambandinu? Þetta er existentiali spurning sem að hver og einn þarf að svara dálítið burt séð frá bara einhverju málum dagsins þó að þau hafi áhrif. Já. Þetta er tilvistaleg spurning fyrir Ísland. Hvað er á Ísland heima? Ef að svar við þeirri spurningu er já, þá myndi ég segja flýtið þessu. En ef þær segja ég veit það ekki, við vitum það ekki, þá kannski ekki. Er eitthvað í rannsóknum sem gerðar hafa verið á flokki fólksins og þeirra kjósendum sem segir okkur hvort afstaða flokks fólksins til þessara mála geti snúist í ljósi þess sem nú er að gerast eða? Afstaða allra getur snúist í ljósi svona mála og sko, flokk, það er bara mjög mengi kjósendaflokks fólksins er ekkert sérstaklega vel rannsakað sko. Nei. Þannig að við vitum það ekki nákvæmlega, en það sem við þó vitum er að skoðanir Íslending almennt til Evrópusambandsins er frekar bara svona laus í reipunum. Íslendingar eru bara satt að segja ekki alveg vissir hvernig þeir vilja hafa þessi tengsl og til þess er kannski samningurinn bara svona heppilegur út af því að hann er
Hann fer svona Hvorki bílbeggja, né, sko. já. Já, hann hvorki né, sko. Einmitt. Við höfum séð skoðanakannanir sem sína, sko, 90% þjóðarinnar vilja gangi í Evrópusambandið. Við höfum séð skoðanakannanir sem sína 90% Íslendingar vilji standa fyrir utan Evrópusambandið. Og við höfum séð allt þar á milli. Hvernig má það vera að afstand til sama mál sveifli svona óskaplega mikið? Jú, það er kannski vegna þess að við erum bara ekki viss. Sami maðurinn getur bara svarað því á mismunandi tíma hvað honum finnst í þessum efnum. Og þetta tegir síðan í alla flokka. Svo var tíðin að sko, það var hávær umræða það í Sjálfstæðisflokknum ganga í Evrópusambandið. Og það voru alltaf svona stórir kampar innan Sjálfstæðisflokksins sem voru Evrópusinnar vildu gangi í Evrópusambandið og ég meira að sé að flokkurinn klofnaði á þessu máli. Viðreisn verður til út af Evrópusambandsmálinu og þá kannski þögnuðu þessar raddir ögn í Sjálfstæðisflokknum. Svo var líka tíð einu sinni að það var formað Framsóknarflokksins sem var ákafasti talsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu þó svo að flokkurinn hafi ekki samþykkt það formlega. Þá bara de facto varð Halldór Ásgrímsson helsti talsmaður þess að Ísland ætti að gangi í Evrópusambandinu. Þegar hann var utanríkisráðherra, hann hafði forystu alla umræðuna og það sko þurfti ekki flókna kremlalógið til að átta sig á því að hann var að undirbúa flokkinn sinn við það að taka þessa ákvörðun. Og þá stóð hann fremri öðrum stjórnmálamönnum í þeirri baráttu. Vinstri grænir hafa verið svona alltaf á móti en þó eru þar element sem hafa verið fylgjandi og út af því að spyrðum flokk fólksins þá held ég að hann geti alveg fallið hvoru megin sem sko. Þetta eru gríðarlega spennandi og áhugaveri tímar. Það er svona fer að líða lokum þessa spjall sem mér langar kannski svona síðustu aðeins að nefna við þig að sko efnahagsbúskapur hann lítur ekkert allt og vel út núna hjá þessari ríkisstjórn. Við erum náttúrulega með þetta íbúðalánasjóðsmál sem að virðist ætla að það náttúrulega mun ekki sökkva okkur en þetta er auðvitað þungur baggi og það er gott að það sé komin lausn í það segja allir sérfræðingar en ef hún verður svona ef hún raungerist það er eiginlega enn dýrara ef það er ekki gert sko. En allavega við erum svona mynd á þennan hrikalega hala. Það var nánast engin loðnuvertíð. Það er verið að tala að eins og við ræddum aðeins áðan að öll alþjóðleg umsýsla, business umsýsla sé í hættu vegna óvissu sem nú er uppi og það er svona ýmislegt sem að segir manni að það rignir ekki peningum í fang þessara ríkisstjórnar. Er ekki bara tímaspursmál hvenær við förum að fara frá því skrefi að biðja bara almenning að sendi nokkrar sparnaðartillögur? Er ekki bara tímaspursmál hvenær sko ríkisins og okkar þarf raunverulega að fara að beita einhvers konar niðurskurðarhníf og sína aukið aðhald? Já, ég bara það eru of mörg sko í þessum málum til þess að maður geti sagt það með fullri vissu. Þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega sko hér er gríðarlegur auður í landinu. Alveg feikilegur auður þrátt fyrir allt. Og þetta hefur sko kvótakerfið framkallað alveg gríðarlega mikinn auð og í náttúru svo fáar hendur. Já, en þessi ríkisstjórn hefur talað einhver endurskipulagningu þar, þannig að það er nú heldur betur sko eftir ýmsu að slægjast ef að menn færu raunverulega út í það að innheimta hér auðlindagjöld. Þannig að það er ýmsar leið, sko, svo getur menn verið bara fylgjandi því að andvígir eftir atvikum, en það er hægt að endurstrúktúrera margt í svona tekjustreymi ríkisins á þess að það fari annarkvort sko í eitthvað blóðugan niðurskurð á hér öllum kerfum eða að það sé áfram bara stelst í vasa launþega. Það er ekki tvíhyggja milli þess bara þessara tveggja kosta held ég að sé ekki sönn lýsing á ástandi mála. En sko það er margt hægt að gera hér innanlands sjálfsögðu en það sem við vorum að nefna hér áðan er að staða efnahagsmála á Íslandi ræðst af utanríkismálum.
ræðst á stöðu alþjóðamála og langt umfram önnur ríki. Við lifum á því að selja vörurnar okkar og þjónustu að einhverju leyti líka til landa hér í kringum okkur og það staðan á þeim mörkum og ekki bara staðan á þeim mörkum, heldur pólitíska staðan sko viðskiptasamninga sem ræður stöðu efnahagsmála á Íslandi. Alveg 90%, svo geta menn verið að gulla einhverjum 10% hérna heima sko. En það það sem ræður stöðu efnahagsmála á Íslandi og hefur alltaf gert. Það hvernig umhverfi okkar í alþjóðasamfélaginu. Það bara það sem að ræður örlögum Íslendinga sko. Eitt í blálókin, ertu með skoðun á því hvort Viðreisn fékk svona meiri heimannmund svona þú hefur heyrt þessa umræðu að Þorgerður Katrín hafi náð að semja best. Já, mér fannst það nú eiginlega strax þarna í upphafi. Og svo hafa náttúrulega utanríkismálin bara orðið enn mikilvægari eftir að það var. Það blast alveg við sko að Viðreisn var svo flokkur sem hafði flesta kosti á hendi, sér aðra kosti heldur en þessa ríkisstjórn. Og þannig að hún gat vel spilað úr þessu, fengu utanríkisráðherrastólinn og fjármálaráðuneytið til sín og mikið af sínum málefnum í gegn og náttúrulega þessa Evrópusambands aðild þó að það hafi nú frestast þarna og hvernig svo sem það nú fer. En þá held ég að Viðreisn megi mjög vel við unna sinn hlut hjá þessari ríkisstjórn. Þetta kannski svona óvissan í stöðu ríkisstjórnarinnar hverfist þetta svolítið flokk fólksins. Þar hafa málin verið að koma upp. Hún var sýnt gríðarlegt aðhald á fjölmiðlum, sérstaklega Morgunblaðinu á tímabili og maður vissi ekki alveg í hvaða átt það var að fara. Já, sko, það bara í það minnst að stjórnarandstæður, setjum kannski Morgunblaðið svo fyrir sögan, menn geta haft það innan eða utan þess mengis eftir því sem þeir velja sjálfir. En sko, stjórnarandstæða fer bara eftir þeim málum sem að sko einhver færi eru á. Og þarna hafa færi gefist og það flokkur fólksins sem hefur greitt kostnaðinn við ríkisstjórnina í fylgitalið samkvæmt skoðanakönnunum og þá snýst þetta miklu leyti sko hvernig mun þessum flokki líða í þessu samstarfi. Og ef að ókyrrð verður í ríkisstjórnarsamstarfinu þá myndi ég halda það kæmi upp í ranni flokks fólksins sko. Bara svona ef ég ætti að spá því eitthvað út í loftið. Að það væri mesta óþolið væri þar. Það væri svona liðsmönnum hinnaflokkana liði bara nokkuð vel. En þitt mat þetta gangi ágætlega eins og þú sagðir í upphafi okkar spjalls. Já, mér virðist það. Já, einmitt. Og Kristrún Frostadóttir hefur fessi í sessi sem svona ótvíræður forystumaður ríkisstjórnarinnar. Það blæsir alveg við. Og þetta snýst bara það hvernig tekst að halda þessu hóp saman. Þetta náttúrulega ólíkt fólk sumt. Já, allt samfélagið þarf að venjast einhvern veginn þessum nýja veruleika. Já, þetta auðvitað nýr veruleiki frá því sem við höfðum. Og ég meina þessi ríkisstjórn hefur auðvitað sko notið þess að einhverju leyti að sko Sjálfstæðisflokkurinn, stærsti flokkur í stjórnarandstöðu þá núna, hefur verið að líta svolítið inn á við, verið upptekinn við svona uppgjör inn á við. Þetta ekki sterkasta útgáfa Sjálfstæðisflokknum sem við höfum séð heldur. Hann hefur verið í svolítið sárum og velja sér nýjan formann og allt það, þannig að hann svona þessu upptekinn við þetta. Og Framsóknarflokkurinn nú svolítið eins og sprungin blaðra þú fyrirgefur? Já, þannig að sko stjórnarandstaðan hefur ekkert sko bæði ekkert verið rosalega öflugt og svo í öðru lagi ekkert haft úr sérstaklega miklu að móða og það kemur að stærstum hluta til vegna stöðu alþjóðamáluna. Það bara alvarleikin í stöðu alþjóðamáluna slíkur að það bara erfitt að hamra á ríkisstjórninni fyrir eitthvað sem fyrir vikið verður aðeins smávægilega í hugum okkar. En myndi kannski vera miklu svona beittara sko ef að staða alþjóðamála væri önnur en
en hún er. Einmitt. Eins og þetta spjall okkar til marks að við komumst eiginlega ekki fram hjá því að halda fókusnum bara utan landsteinana. Já, ég meina það bara íslensk stjórnmál sko fara ekki fram í tómarúmi. Nei. Þau eru hluti af alþjóðapólitíkinni og þegar ástandið í alþjóðamálum eins og það núna og við höfum bara ekki séð allavegna bara frá þá falli Berlínarmúrsins sko. Ég myndi nú eiginlega segja bara endalokum seinni heimsstyrjaldar. Að þá hlýtur bara fókusinn sjálfkrafa að fara þangað og ef menn sjá það ekki þá held ég að þeir hafi nú höfuð hansi djúpt í sandinum sko. Maður hefur stjórn á einu, maður getur farið í sund. Já, maður getur farið í sund, já. Kæra þakkir fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Takk svo vera gaman og forvitnilegt að spjalla við þig. Ekki fara langt, áhorfendur og hlustendur góðir, við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is